Já, bara hæ, velkomin aftur. Já. Skvísulætis þáttur númer eitthvað. Og já, í dag ætlum við aðeins að tala skvísubókmenntir. Já. Það er svona, ég held að þetta ég eftir að verða pínu svona nörda þáttur. Svona ef ég var alveg hinskil. Nörda þáttur. Það er sem bara, hlustendur við, þú veist, þá var ég í bókmenntafræði og svona. Og ég les rosalega mikið. Þannig að ég er svo spennt að tala um þetta. Já. En veist þú hvað skvísubókmenntir eru? Já, nei, ég er búin að skoða aðeins, en þú mátt endilega fræða okkur. Já, sko, skvísubókmenntir, það er eiginlega hægt að þýða þetta yfir í chick lit og þá hugsa fólk líka að byrja hvað er það og þá fer ég að útskýra, já, veistu hvað chick flick er? Það eru svona gellu bíómyndir í rauninni og þá er þetta chick flick, það er þá bíómyndirnar og chick literature, það eru þá skvísubókmenntir. En sumir hafa reyndar útskýrt þetta sem gellubókmyndir eða eitthvað svona stelpubókmyndir. Ég er búin að heyra alveg fullt af nöfnum gegnum tíðina en ég hef alltaf notað skvísubókmyndir af því þetta eru svona skvísar sögur. Já, og líka bara passar svolítið við okkar þátt. Já, við erum að fara að skýra hann þá skvísubókmyndir með setu það verður ekkert S þarna. Nei, sjálfsög ekki. Ég held að það verður mjög gaman. En já, mér langaði bara pínu svona að fjalla skvísubókmyndir í heildina. Mér finnst þetta rosalega skemmtilegt genre og ég er að vona til guðs að engir af gömlu kennurunum mínum í bókmyndafræðin er að hlusta af því að þau eru örugglega eftir að senda mig bara heita Katrín, þú sagði þetta er örugglega vitlaust. En þetta er bara svona almennu skilningur, ég er ekkert að fara eitthvað rosalega ítarlega í eitthvað ritstíl eða eitthvað svoleiðis. Þetta er meira bara svona bókmyndirnar í heild einhvern veginn. Og ég hef búin að punta hjá mig bara svona svo ég myndi ekki fara of djúpt í þetta. Og kannski ekki of út fyrir efnið. Já, þá bara svona, ég sé það, þú ert með tölvu, ég er bara með skrifblokkinu gamla góðu. Þannig að ég ætla þá bara að útskýra fyrir þér aðeins skvísubókmyndir. Mér finnst skvísubækur, það sem bara svona, þau eiga allt sameiginlegt er það að þetta er saga þar sem konan er aðalkarakterinn og stjórnar dálítið söguþræðinum. Þú ert að fylgja sögu konunnar. Þú veist þannig að allt hennar actions er að fara að hafa áhrif á plottið. Já. Og svo eru til svona misýktar útgáfur af þessu, þú veist þetta hefur stundum verið misskilningur upp að þetta sé svona feminískar bókmyndir, en það er ekki það sama. Nei. Þetta er meira svona, þú veist, það er kona sem skrifar söguna, þetta er konu, það er kona sem stýrir söguþræðinum og þetta er höfða til kvenna. Þú veist, þetta er skrifað fyrir, þú veist, svona kvenna, kvenna hugan í rauninni, sem er kannski útskýrpínu svona nafnið betur, þú veist, skvísubókmyndir, þetta er eiginlega bara svona alfarið beint af konum. Já, skvísum. Skvísum. Þannig að þá veit svona fólk sirka hvað skvísubókmyndir eru, þannig að þetta verður svona einfaldar að nota núna orðið hvað við erum að tala um. Já. Svo gerði ég svona smá svona mitt research. Ok. Þess að ég bara las bara törmið. Jesús, já, törmið chick lit. Já. Og þá sem sagt, það er svona almennt séð eiginlega hægt að nota þetta törm. Já. Út af því að, þú veist, þetta ávist að vera sexist term. Þú veist, já, þú veist, sumir geta alveg kannski pælt aðeins svo mikið í þessu, en akkur er ennþá verið að nota chick flicks til dæmis, akkur má ekki nota chick lit. Já. Þú veist, það er svona mín spurning út í samfélagið, en þá er alveg yfirleitt konur sem eru búin að vera að berjast gegn því að nota þetta term alveg svolítið publicly. Já. Þú veist, það er, ég ætla ekki að nefna hennar konur og nöfn, held ég. Ef ekki að fara að áta fólk hérna. Áta fólk út í heimi. Nei, ég bara, að því að lesa alltaf ensku, ég er að reyna að þýða þetta fyrir þið bara as we go. Ok. En, þú veist, það er bara eins og með Bridget Jones' Diary, það er náttúrulega upprunalega bækur. Já. Og það er bara rosalega skiptar skoðanir á þeim bókum yfir höfuð. Og þær voru náttúrulega flokkaðar sem chick lit. Algjörlega. Og það er mjög fljótlega eftir að þær bækur koma út sem að þetta term deyr svolítið út þegar kemur að því að flokka bækur. Já. Í flokka. Núna er þetta bara svona generally í bara
romantík eða bara fiction. Já, einmitt. Það einhvern veginn svona eins og það hefur verið svona mjög svona silent herferð samt að taka þetta orð bara úr flokknum. Já. Sem ég skildi ekki. Mér fannst það rosa skrítið. Mér finnst rosalega þægilegt ef ég er að skoða bækur að sjá bara, ok, hérna er svona chicklit, þá veit ég bara, ok, þetta er bók sem er skrifað á konu, þetta er höfða til kvenna og þetta fjallar örugglega eitthvað sem ég sem kvenmaður ekki tengt við. Já. Sem er náttúrulega rosa þægilegt að bara vita það, sko, frekar en að taka upp einhverja rómantíska bók og vera bara eitthvað, ok, fæ ég ekki karla perspektíf eða fæ ég ekki meira, þú veist, er þetta ekki skrifað að karlmanni eða eitthvað svoleiðis, sko. Já. Það líka munar, að mínu leyti, það munar rosalega miklu þegar kona skrifa bók konu Nefnilega. versus kalla skrifa bók konu. Það er nefnilega, það er rosa mikil munur þarna. Ég tók alveg eftir því í bókmyndafræðinni, það var alveg áberandi ef að karlmaður var að skrifa einhverja senu, það sem konur voru eins og involved og svo ef að kona var að skrifa senuna. Það er rosalega mikil munur á útskýringum sérstaklega með íslenska höfundar, með margir íslenskir karlkyns höfundar, þeir setja effort í það að útskýra útlit konunar eins vel og þeir geta til að ná myndinni bara svona skýrt fram á meðan konur eru meira bara eitthvað, hún var bara með sítt hár og var í peysu og maður svona pældi ekkert meira í því, maður bara, ok, þetta er bara eitthvað gælla sem er í peysu en það er svona helsti munur sem er alltaf fyndin munur en alveg gott samt, sko, mér finnst alveg gaman að núna bara fer maður að neymdroppa hérna Arnaldur Indriðason til dæmis, þú veist, mér finnst hvernig hann útskýrir kvenmennina í bókunum sínum, þú veist, hann kemur með flottar útlitslýsingar mér finnst alltaf mjög gaman að þegar hann kynnir einn kvennkarakter, þú veist, hvernig hún er að labba og eitthvað svoleiðis en svo eru myndið, þú veist, aðrar bækur Yrsa til dæmis, hún fannst mér eins og í byrjun fókusa miklu meira bara á persónu kvennkaraktersins. Útskýrði kannski pínu bara, já, hún fór í rauðan kjól. En hún var ekkert að útskýra eitthvað gungulag eða eitthvað rosalega mikið útlit konunar en maður náði alveg svona að pictura meira, maður gæti svona valið bara hvernig maður vildi að karakterin liti út. Já. Meðan Arnaldur gaf meiri svona lýsingar, nei, þú veist, það er ástæða fyrir ég vil að konan sé ljósherð eða eitthvað. Þannig já. Já, ég samt er ekki Betty eftir Arnald Indriðason? Jú. Já, mér finnst hún rosalega skemmtileg. Geggja góð bók. Er það ekki? Jú. Ég man ég las henni í ment og ég var bara, ok, þetta er mindblown án þess að spoila, oh my god. Já, hún var geggju, ég mæli með bara fyrir alla sem að sem finnst gaman að lesa. Já, þetta er alveg bara líka, mér finnst þetta bara, ég vil svo mikið að þetta veri gert að bíómynd sko líka, þessi bók. Ég myndi svo mikið vilja sjá hvernig það er því sett. Já, fram. Reyndar. Það er alveg hægt að leika sér með útsetninguna að gera þetta bíómynd. Já, það verður geggjað. Ég er bara að lasa hana líki mentó. Þetta var sem sagt, valum einhverja bækur og ég valdi Betty. Já, ég held að ég hafi líka gert það. Við vorum náttúrulega sama mentó. Já. Við erum bara sami kennari og læti. Já. Man ekki hvað hann heitir samt. Hef ekki hugmynd. Nei, en það var hún. Já. Skemmtileg típa. Geggjuð típa. En þá var ég held ég hef búin að mæla með sko Betty sko bara í fyrra við sko 3 manneskjur eða eitthvað. Þegar ég hef lent á svona bókanörda spjalli og fólk er bara ég hef ekkert að lesa og ég minnst alltaf svo leiðilegt eitthvað svona þessar og þessir höfundar. Fólk er alltaf rosalega mikið að gagnrýna sko höfundana. Ég get ekki lesið Stefán Mána, minnst hann svo langa bækur eða eitthvað. Meðan ég er bara nei, lestu þessa bók eftir Stefán Mána. Þessi bók er góð. Ég er miklu meira pinpoint á bókina sjálfa frekar en að mæla með höfundi, minnst það betra. Ég er búin að mæla með Betty sko, við örugglega svona 5 manns eða eitthvað, bara í fyrra sko. Þessi bók er búin að hún er svona komin aftur sko. Ég mælti með henni til mannsins míns bara leið og við tókum saman sko. Oh my god, ég er að fara að mæla við minn núna, hann verður að lesa þessa bók sko. Já, þú veist, Viktor les rosalega lítið en ég bara, ef þú ætlar að lesa eitthvað, lestu þessa bók. Já, þetta er dálítið þannig sko. En já, skvísubókmyndir, svo við förum ekki alveg út fyrir efnið hérna. Vissið þú að originatorinn af svona skvísubókmyndum er í rauninni Jane Austen? Ok. Mindblown. Já. Þetta er, ég get eiginlega bara staðfest þetta, að hún er svona originatorinn og hún er náttúrulega uppi, sko, ég var búin að skrifa, hann er bara ártalið hérna. Já, hún er fædd sko 1775. Vá. Ég vissi það ekki. Og þú veist, hún nær að taka svona, þú veist, the 1800s settingið
fyrir þá sem vita ekkert hver þetta þá þetta sem sagt kvenkyns rithöfundur sem fókusaði dálítið á svona realism og svona romanticism í sögunum sínum og það var ekkert auðvelt eitthvað að vera rithöfundur back in the day þannig að hún publisaði meiri svo sko einhverjum bókunum sínum nafnlaust til að byrja með þangað til hún fór að nota nafnið sitt og já hún alveg bara hörku rithöfundur sko, búin að skrifa alveg fullt af bókum en hún var með svona top 6 bækur og vinsælasta bókin náttúrulega Pride and Prejudice það bara, ég held að mjög margir vita mér hver bókin hennar áður en ég vita hver hún Já, ég held það líka bara það búið að endur gera þessa bók við erum að færa þetta yfir í bíómyndir á svo marga vegu margar útgáfur og þegar ég segi svona Jane Austen svona pínu originator af svona skvísu bókmyndum, það bara hugmyndafræðin og hvernig segir maður þessi tropes sem hægt að mynda í bókum pínu svona upprunalega hennar það ekki til nein bók neinstar með þessu trópi þannig að maður getur í rauninu bara að gefa sér það ok, hún startaði þessu pínu af því að eftir að hún gaf út sína bækur þá komi fleiri svipaðar út Já, með svona svipuð tróp, þú veist. Ertu með eitthvað dæmi tróp? Sko, vinsælasta trópið náttúrulega enemies to lovers. Já. Það mjög vinsælt af því að það svona, kemur fyrir náttúrulega í Pride and Prejudice með, þú veist, Mr. Darcy og Bennet, systurina. Og þetta náttúrulega sýnir sig í alls konar öðrum bíómyndum og bókum. Og mér finnst sérstaklega sko, enemies to lovers það búið að stækka svo mikið sko, maður sér þetta bara í nútíma bíómyndum einhvern veginn að þú veist, the bully einhvern veginn byrjar alltaf að skotin í nördastelpunni eða þú veist, það eitthvað svona workplace drama og þau einmitt, þú veist, óvinnir og svo bara sofa þau saman og þú veist, þetta svona þetta treður sér inn allstaðar og sérstaklega mitt inn í svona chick flicks þú veist, það sem hún alveg bara aðal karakterin bara, þú ekki þennan gaur hann svo leiðilegur eitthvað og svo bara eitthvað verður hún skotin í honum Já, bara góð dæmi bíómyndir eða bækur, þú veist, bara Anyone But You, svona nýjasta myndir sem ég man eftir. Það mitt svona held ég nýjasta, sko. Já, þú búin að sjá hana? Ég búin að sjá hana. Já. 3 svar. Já, ég líka. Takk, systir mín. Leðum að horfa hana aftur og aftur. Það svona alltaf nýjasta myndir sem ég búin að sjá sem dettur í hug sem svona Enemies to Lovers og svona basic chick flick mynd. Minnst það verður svona, svo það líka, þú veist, 10 Things I Hate About You. Já. Það alveg bókstaflega í titlinum þú veist, The Breakfast Club þú veist, það kemur trópið þarna inn þú veist, hún svona popular og hann einmitt eitthvað svona þú veist, the bad boy eitthvað þannig að minnst þetta verður svona vinsælasta trópið en svo náttúrulega fullt af öðrum tróps þú veist, af því að hún til dæmis skrifaði líka það þarna í bókinni Little Women það sem þær þú veist, systur það konsept líka svona aðeins farin að detta inn í svona þætti og svona þetta kannski 3-4 systur og þær allar með svona sikkvort lífið sem svona eins og Little Woman þú veist, sýnir dálítið, þú veist, ein vildi vera þetta, ein vildi vera hitt þannig að það líka eitthvað sem hún kom með en já settingið samt sko á bókunum hennar það náttúrulega bara þetta English countryside allar sögurnar hennar gerast einhvern veginn í einhverjum bara svona geggjum field með bara eitthvað stórum húsum og þú veist, og það sem gerir bækurnar hennar svolítið skemmtilegar af því að hún pínu svona founder af þessum svona realism þú veist, sem í rauninni bara svona listastefna sem fókusar á það að við ekki að sugarcoata neitt þú veist, ég ætla ekki að segja hversu æðislega fallegt húsið þetta bara hús húsið bara svona, hurðin bara svona og ef maður tekur sér tíma í það að lesa til þess bara 2-3 bækur eftir Austen og sérði þetta rosalega vel, þú veist, hún ekki að beautifya neitt en setur samt alveg góðar og svona raunverulega lýsingar, þú veist, eins og í þessa tilfinningasenur þú veist, að ég held ég finn, þú veist, pínu fyrir tilfinningum, gagvart þessum hérna og fer svona vel í gegnum það Já, sem þarna romantíkin Já, næra að blanda þessu mjög skemmtilega saman og já, ég týndi punktinu mínum, ég ætla að segja eitthvað meira Já, það kemur fyrir Já þetta alveg ég held að ég sé búin að fara yfir alla punktunum mína Já, þú meinar, vá Pretty much, nei, ég með næstu plassi hérna líka sko. Já, þú með nokkrar Ég náttúrulega var búin að mæla með bók fyrir því að lesa sem þú kláraðir í gær sem ég kláraði í gær Hvernig fannst þér bókin?
mjög svona, hún var ringulreið sko. Já. Ég vil ekki spoila neitt. Nei. En sem sagt, það þessi hérna fyrir þá sem að horfa, þá var það Twisted Love. Hún mjög áhugaverð. Eftir Ana Huang. Hvar á ég að byrja? Þetta svona, þú veist, hún byrja sem rosa basic svona smöttbók, þó svo þetta sé fyrsta smöttbókin sem ég lesa, en það bara svona hvernig ég ímynda mér að þetta sé. Þú veist, þetta svona basically enemies to lovers. Já, þarna kemur einmitt pínu Jane Austen trope inn. Já. Þetta já, ég held að standi aftan á kápunni, þú veist, hún verður ástfangin af, eða svona, já, verður skotin í, þú veist, besta vinn bróður síns. Svona án þess að, já, pointa það eitthvað rosa obvious. Já. Þá það svona, það sem þetta í rauninni. Sem líka, þú veist, sem annað trópir en veru, þú veist, þetta svona, þetta bannað. Já. Þetta svona Rómeó og Júlíu kind of dæmi. Þú veist, samt ekki alveg. En, svona veist, forbidden love. Já. Já. Var þetta ekki samt bara skemmtileg bók? Jú, hún var mjög skemmtileg, en hún, þú veist, plot twistið í henni einhvern veginn, þú veist, maður býst ekki við því en þegar það kemur þá þetta samt klísjukent en á sama tíma maður samt interested. Þetta nefnilega pínu svona chick-lit þessi bók, sko. Já. En hún færi náttúrulega líka, þú veist, annan titil, þú veist, þetta pínu svona spicy, smutty bók sem fyrir ömmunar á nóti, þetta svona mjög blá bók. Samt myndi ég alveg segja hún sé ljósblá sko frekar, ég myndi ekki kalla hana alveg, þetta ekki eitthvað pjúra blátt sko, en þetta sem sagt pínu svona ljósblá bók. Þannig að það alveg svona dirty scenery í henni. Ekkert samt eitthvað það margar. Ég var að búast í fleirum þegar ég sá eitthvað review og ég ætla að pröfa að lesa þessa bók eitthvað, ég fór gegnum hana svona sko. En já. Nei, ég var að mynda að búast miklu meira, þú veist, verandi smött bók. Það var ég bara svona, ok, þetta hlýtur að vera bara á, þú veist, í öðrum hverjum kapla. Nei, þetta kannski í 3 köplum eða eitthvað. Já, þetta nefnilega aldrei þannig. En það sem aldrei gott við þessa að þarna kemur meira svona, þú veist, það þetta tensity. Eða svona, þú veist, þetta verður svona intense, það rosalega mikil uppbygging. Sem einhvern veginn næra leiða lesandan áfánum, einhvern veginn. Maður alltaf rosalega spenntur fyrir svona, hvernig kemur hápunkturinn, einhvern veginn. Þannig að það held ég svona þessi lætur mann geta farið í gegnum hana frekar auðveldlega, sko. Já, ég myndi alveg segja, þú veist, eina ástæðan var svona hæg að lesa hana bara, þú veist, ég hafa börn og ég gef mér ekki tíma að setjast niður og lesa. Þú veist, þegar ég leggst upp í rúm á kvöldin þá ég ekki eitthvað, ég verð að fara að lesa. Þá mér bara svona, ég verð að fara að sofa. Þannig að, já, þú veist, og svo maður náttúrulega með húsverk á daginn, þannig að maður ekki eitthvað, ég ætla að fara að lesa núna í hálftíma. En hljóðbækur? Já, ég get ekki hljóðbækur. Þú getur ekki hljóðbækur? Nei, ég veit ekki af hverju, það bara eitthvað við það. Bara svona... Ég held ekki athygli. Þú heldur ekki athygli, þú bara svona sónar út eitthvað. Já, það svona til dæmis elska ég svona podcast eins og við erum að gera. Það sem bara svona spjall, bara létt spjall. Þú veist, við erum ekkert eitthvað að segja sögu. Nei. Ég held að þetta sé rosalega þægilegt podcast með svona til þess að þrýfa eldu sem eða eitthvað. Ég er allavega búin að ég endur hlustaði með þáttinu okkar, ég var bara að sitja í vélina og eitthvað með hann. Að það virkar, mér fannst tíminn liða hraðar líka. Já. En ég fatt að við ættum kannski að útskýra fyrir lesendum, við tölum notum orðið smött og spicy. Já, það kannski gott, þú ert betri að útskýra það en ég. Já, núna erum við komin í svona undirkafla skvísubókmennta. Það sem sagt smött og spicy kaflinn og þetta svo stórt dæmi sko, ég googlaði þetta fyrir ég vildi vera með bara svona staðrindina mína pínu á hreinu. Já. Og það kom upp svona mynd, þú veist, eitthvað svona chick-lit og svo voru bara svona fullt af undir shiti sko, þú veist, bara af alls konar bókaflokku sem geta verið, þannig að það rosalega erfitt eitthvað að fara í ítarlega út eitthvað einasta, en helstu orðin sem maður notar náttúrulega líka í svona ljósbláu og bláu bókunum, þú veist, þetta smött og þetta spicy. En helsti munurinn hann rosalega mismunandi, en eins og ég túlkaði þetta og það sem svona flestir á Reddit voru sammála núna það nýja sourceið mitt, sko, ég spurði Reddit. Já. En sko, spice, þú veist, þá þetta sko, þá sagan fyllt með svona dirty köflum, en
það er ekki beint sko, þú veist, þetta bætir reynir bara svona á karakterina og gefur bara þetta tension en bókin yrði þess vegna alveg ok án þess þannig að þú getur tekið þessa kafla út og bókin myndi samt ganga upp þú veist, sagan myndi ekkert breytast í rauninni hins vegar er smetti, það er pínu svona svo Game of Thrones þú verður að lesa dirty kaflana eða kynlífskablana til þess að skilja söguþráðin af því að þú myndir taka allt svona út það yrði bara, þú veist, bókin yrði ekki neitt í rauninni Já, þannig að þú veist eins og Twisted Love væri þá svona þetta fellur í rauninni aðeins meira undir spicy kablan frekar en smettkablan en samt svona smá, því það er alveg senur sem maður verður að lesa svo maður skilji eitthvað en það er ekki að fara að drepa þig ef þú missir að þig Mér minnir þetta hótelsenan þú veist, það er aldrei svona þú veist, ok, þú getur eiginlega ekki tekið þess að senu út af því það er alveg stöff í seninu sem hintar í aðra hluti þú veist, sem hjálpar söguþræðinum þannig að, já spicy er svona, það er vægara en smetti það er meira svona ok, þú ert bara lúmst að lesa klám getur maður orðað þannig ég ætla ekki að sugarcoata þetta verður gaman, ég fæ örgulega símhringingu frá og afa þannig að já, þetta er pínu svona þannig er munurinn og mér finnst það alveg fínt að fólk átti sig á því að fyrir ég hef alveg heyrt fólk vera bara oh my god, já, þessi bók er ótrúlega smetti og svo eitthvað svona hef ég byrjað bókinu og ég er eitthvað nei, þetta er meira svona spicy Er það samt ekki líka, þú veist, bara general spurning frá mér, þú veist, með spicy þá er kannski ekkit eitthvað rosalega nánar lýsingar á því sem er að gerast ekki beint, sko en þú veist, í smötti þá er þetta kannski meira, þú veist, bara Jú, þú kannski ekki sensored hérna já, jú, það er líka alveg það og þú veist, lýsingarnar eru náttúrulega grófari í þeim skilningi Já, akkurat það sem ég var að reyna að segja Já, lýsingarnar eru grófari og þú veist, þetta er bara eins og fólk flokkar klámsaflin sitt, þú veist, þú ert með vægt klám og með harkalegt klám, þú veist þetta fer þannig, þú veist, það er engin betri leið til að útskýra þetta, þú veist, fyrir fólk sem veit ekki neitt hvað við erum að tala þá er bara best að útskýra þetta þannig Já. En í leiðinni þá eru náttúrulega bækurnar skrifaðar svona spicy smetti bækur það er náttúrulega beautify þetta rosalega mikið þarna erum við komin svona út fyrir Jane Austen áhrifin þannig í rauninni nær Jane Austen að halda upp svona tropes og svo er það pínu svona nútíminn sem bætir inn ítarlegri lýsingum þú veist en hins vegar eru alveg bækur eftir Jane Austen hún skrifaði þetta svona senur sem okkur finnst allt í lagi í dag en voru pínu bara svona, wow, hvað er þetta að skrifa, skilur að, þú veist, að herramaður sé að taka í höndinu þína án þess að vera búin að biðja þín þú veist, það er pínu bara svona, þetta má ekki þú veist, hann má ekkert að vera einn með þér inn í herbergi, þú veist, hvað er að, þú veist en hún skrifar senur sem eru svona þannig að lesendur á hennar tíma voru bara wow, ok, hvað er í gangi, þú veist og konur alveg elskuðu þetta, þú veist, ógeðslega gaman að lesa þetta, því að þarna var allt í einu komin bók eitthvað svona þú veist, þetta mátt ekki, þetta var spennandi það var pínu svona, hvað er að fara að gerast næst, þú veist, og allt þetta menn í dag er þetta meira svona þú veist, eins og við þurfum alveg aggressívli íkja þetta í dag af því að það er allt orðið svo ok ég get alveg verið einin í herbergi með karlmanni án þess að fólk sé að æsa sig, sko Já, þú veist, meira að segja ég veit ekki, þú veist, eins og í Twisted Love, ég bara taka hans að dæma því ég var að lesa hana svona, já þá er náttúrulega, þú veist, þetta Forbidden Love út frá því að þetta er, þú veist, besti vinur bróður hennar. Það er náttúrulega ekki beint socially acceptable allstaðar. Nei. Já, það er einmitt svona Jane Austen thing, sko, það er komið þarna og svo kemur nútíminn með þetta smetti spicy, úlala. Já. Veist, það nútíma var þetta aðeins svo að þú veist, við verðum sjokkuruð af því að þú veist, ef að við erum að fara að lesa eitthvað, Katrín var einin í herbyggi með Viktori, manninu minna Kamilu, þú veist, við erum ekkert fara að vera eitthvað shit, hvað er að fara að gerast, þetta væri bara eitthvað Kamilu stökk á klósitið þú veist, það er ekkert meira það er ekkert svona agalegt, en það er samt það sem er svo gaman við Jane Austen og bara hvernig hún áða að starta alls konar svona tropes og þetta helsta er náttúrulega enemies to lovers og svo alls konar aðrar undirgreinar að hvað þetta nær samt að halda lífi þú veist, bækurnar er ekkert endilega gamaldags ennþá, þú veist, maður fattar alveg ok, þetta er skrifað þarna upp þú veist, í kringum 1800 og maður skilur alveg tíminn þá og svona og hún fer, þú veist, hún ólst upp frekar fátæk, sko þannig að hún náttúrulega naut þess alveg á einhverju leiti að geta, þú veist,
getur maður orðað þetta, þú veist, að skrifa til dæmis bara, þú veist, the upper class, þú veist, og þú veist, að taka þetta svona skrefinu fyrir ofan sig einhvern veginn, þannig að mér finnst það alltaf rosalega svona merkilegt við það að lesa bækurnar hennar og það rosalega gaman að lesa það líka fyrir ég svo mikil svona history buff sko. Þannig ég elska senundana sem hún bara eitthvað að útskýra hvernig húsin eru. Já, ok. Þú veist, bara hvernig þú labba bara eitthvað inn úr eldhúsinu og inn í eitthvað annað herbergi og eitthvað og svo bara einhver kompa og eitthvað, ég sé þetta svo vel fyrir mér, þannig ég bara eitthvað, minnst þetta awesome, þannig að þetta líka pínu svona stimpill inn í söguna sko. Og það það sem svo gott að hún var í þessum realisma að hún nær bara virkilega að segja bara hvernig hlutinu voru, þú veist. Já. En svo eins og skvísubókmyndir í dag, þú veist, þá alltaf búið að pínu íkja hlutina dálítið mikið. Já. Og þú veist, það svona maður svona trúir ekki að þetta gæti komið fyrir einhvern. Mér finnst þess að bara Bridget Jones, mér finnst hún rosalega svona unrealistic saga. Já, alltaf rosalega erfitt með að vera bara eitthvað svona að það getur ekki verið að einhver kona sé að lifa svona lífi. Þú veist, mér finnst það að vera svo átavitt einhvern veginn. Já, ég þetta var að endurhorfa á fyrstu myndina, bara daginn og þetta svolítið svona unrealistic. Líka bara mikið af aðstæðunum sem hún lendir í. Þú veist, þetta rosa svona leikritalegt. Já. Þar sem að, þú veist, nú man ég ekki hvað þessi stíll heitir en þegar, þú veist, maður að horfa leikrit og þetta sérst bara í einu rými. Já. Og þú veist, það endalaust verið að fara inn og út hurðar. Hefur ekki séð þetta? Jú. Og þetta eitthvað sem ég man ekki hvað heitir, sorry, leiklistakennari í Borgó eða kennarar, ég veit reyndu að kenna mér eitthvað en það festist ekki nýtt. Nei. En þetta svolítið svona, fólk næri ekki að segja allt og svo dettur eitthvað út gluggan og þá, þú veist, missir hann af upplýsingum og þú veist, þetta svolítið þannig í Bridget Jones að því hún næri stundum ekki að tala, þú veist, einhver annar að tala og hún eitthvað svona og svo lappar manneskjan út og þá einhvern veginn komast ekki allar upplýsingar til skila og þetta einhvern veginn svona heldur bara endalist áfram. Þú veist, eins og í Bridget Jones's Baby. Ég ekki búin að sjá hana, passa spoil ekki. Ég ætla ekki að spoila hana, en þú veist, það rosalega oft í henni sem að hún næri ekki að koma skilabóðum til skila eða bara sleppir því. Já. Og það gerir söguna svo rosalega unrealistic að því maður bara, hvað þetta að hugsa? Geturðu please bara talað og nota samskipti? Já. Það líka með eitt sem kemur til þetta fyrir í þessu svona skvísubókmyndum, það þetta lack of communications sem ég finnst þú svo fyndið og ég myndi hugsa þetta líka oft svona þegar ég að lesa með svona spicy bækur og þú veist, það ég stundum bara eitthvað, ef þið myndu bara tala saman nenniði please, í þóligiðanan miskilning getið þið komið á sömu blaðsíðu. Já, þetta yfirleitt svona rifrildi milli, þú veist, para eða fólk sem að sofa saman. Já. Og þú veist, það yfirleitt bara byggt á miskilningi. Þú veist, og svo fáum við kannski að lesa aðeins hans sjónarhorn eða hennar sjónarhorn og það maður bara svona þannig bara please, bara farið, hittist, ræðið saman, talið saman. Já, þetta pínu bara svona hintið fyrir þáttinn okkar sko, hvað samskipti geta virkilega leyst úr mjög miklu, það alltaf þannig. En já, og svo náttúrulega, þú veist, að við vorum að tala þú veist, spicy og smött, það náttúrulega til fullt af smöttbókum að það. Já. Út fyrir og bara, já, ég veit að mínu finnst rosalega gaman ekki að grína mér stundum þegar hann veit að ég að lesa eitthvað sem eitthvað og hann hefur alveg Guð blessi hann hefur sko verið þú veist, ég hef verið að lesa einhverja bók og hann kemur alltaf inn á svo merkilega svona coincidence tíma, það einmitt bara svona ótrúlega aggressív lýsing í gangi. Já. Og hann heldur að öll bókin sé svona já, okay. Nei, þetta bara þessi sena, ég sver þannig að mér finnst það líka vera svona já, ég tengdi þetta pínu við svona fólk sem horfir mikið á anime þau hafa stundu verið að tala þetta því að það rosalega svona yktarteikningar sérstaklega bara svona brjóstum kvenna og eitthvað svona og þú veist, öll þessi gasp sem hljóma bara eins og móns í kynlífi skiluru og maður einmitt að labba fram hjá einhverju að horfa og þá þú veist, senan sem í gangi bara lítur svo illa út fyrir einstaklingin og bara eitthvað, þetta ekki allt svona, þetta actually ótrúlega sniðugur, þú veist, söguþráðir það þessi vondikall og þau að fara í stríð og það verið að fara að berjast, sko, en ég veit að hún hálfnakin núna, en hún verður það ekki í næstu sinni. Hún bara að breyta sér í eitthvað dýr og og mér finnst svona smett lesendur örgulega tengja rosalega mikið við þetta ef þú ert einmitt á einhverju blaðsíðu og það bara einhver ótrúlega aggressív lýsing í gangi sem kannski bara ein af
2 blaðsíðum sem svona í bókinni af því að það náttúrulega sama uppsetning að það þetta tension fyrst og svo, þú veist, og svo kannski kemur eitthvað. Já, eins og í Twisted Love, ég að nefna í svona 500. skiptið. Það bara fínt, það gott að vera með eitthvað svona til að vitni. Já, þá, þú veist, tensioni lifir mjög lengi. Þangað til loksins þetta springur. Það í svona eftir helmingin. Þú veist, þetta svona sirka þegar maður hálnaður með bókina sem loksins eitthvað gerist í þessu tensioni. Allan daginn, sko. Það oft sem að maður svona heldur, maður svona, já, þetta að fara Nei, það kom eitthvað upp á. Það bankaði einhver, það ringdi einhver, síminn ringdi, guð mig hvað síminn mikil kokkblokkar. Saved by the bell. Jú. Það náttúrulega, já, ég veit ekki hvort maður á að koma með eitthvað svona smött recommendations í þessu podcasti, en ef að fólk vil recommendations, þá bara text me, sko. Ég skal svara. Sendu okkur bara á skvísulæti. Já, skulle koma með eitthvað. En þú veist, það náttúrulega til, þú veist, já, alls konar, þú veist, og það sem mér finnst mikil miskilingur vera með smöttið að það náttúrulega til undir flokkur sem heitir náttúrulega dark romance. Núna verður að fræða með Já, long story short, ég ætla að reyna það. Sko, eins og ég hef bara búin að túlka þetta í gegna sem ég hef lesið. Nú má alveg fólk ráðast á mig ef að ég að segja þetta eitthvað iffi, sko. En það sem mér finnst svona einkenna dark romancein mest, þetta toxic og óheilbrigð ást eða uppbygging af sambandi. Og það til alls konar mismunandi útfærslur á þessu. Já. Veist, bækur sem ég til dæmis, ég las einhverja eina bók, þá verður hún ástangin á morðingja. Skilurðu? Og það bara, þú veist, í raunveruleikarum, já nei, þú ert ekki að fara að vera, þú veist, involved, þú veist, ef þú myndir ykkur til að segja við mig bara eitthvað, heyrðu, já, ég að fara að stefna mót, hann reyndar morðing, þú veist, ég væri bara eitthvað, já, nei, ringdu á lögguna, núna, þú ert ekki að fara að gera þetta, skilurðu, en, þú veist, þetta einmitt eitt svona tróp, þú veist, í svona dark romance, sem þetta bara gengur upp, einhvern veginn. Já. Að þetta bara svona virkar og, þú veist, nú fer maður að vitna í bækurna sem við komum með. Ég ekki búin að klára þessa bók, Butcher and Blackbird, en þú veist, hérna til dæmis eru þau sko í rauninni sikkvor morðingin, en á mismunandi vegu sko, greinilega. Og já, ég fekk eitthvað warning að það væri eitthvað accidental cannibalism í þessari bók, þannig að ég er ekki búin að þóra að byrja á henni. Ég er búin að vera bara eitthvað svona, já, ég veit ekki alveg af hverju ég keypti þessa bók, en mér fannst hún vera svo falleg fólk sem með okkur í mynd. Hún rosalega aðlaðandi. Já, þetta mjög aðlaðandi bókakápa, sko. Eða það ekki, mér finnst hún eitthvað rosa cute og þú veist, þau eitthvað eina 2 að kissast og svo bara eitthvað svona chainsaw, þú veist, einhver hérna butcher. Þetta gríma eða geimvera þarna? Nei, þetta er hauskúpa. Þetta sko romance, murder, chaos. Þú veist, og þetta það sem við getum flokkað sem svona dark romance, að þetta ást sem myndi aldrei ganga upp í raunveruleikanum. Svo náttúrulega til bara já, vá. Ef maður myndi googla dark romance, þá myndi náttúrulega koma upp alls konar típur og það alls konar flokkar. Það náttúrulega líka, nú ég ekki búin að lesa þær bækur, en það kom út ný bók sem hérna Fourth Wing. Ekki búin að heyra hana. Já, nei, þetta einhver rosalega þykkar bókaseríur sem margir eru búin að lesa og 3. bókin var vist að koma út í fyrra. Mér skilst að þetta sé bara eitthvað svona já, álfaklám með eitthvað, ég veit það ekki. Þetta eitthvað svona, ég veit ekki nákvæmlega hvað þessar bækur sko, en ég er búin að heyra bara ótrúlega mikið af svona reviews og fólk að tala um þessar bækur. Þannig að þetta svona spicy smötti dæmi sem samt með bara eitthvað ótrúlega spennandi söguþræði, þú veist, þannig að það eitthvað kingdom og þú veist, það einhver óvinnur og þú veist, svo bara, þú veist, pínu svona svo Game of Thrones, svo bara einhvern veginn allir fucking það bara ekki ráðast á mig með þetta. Ég ekki búin að lesa þessar bækur. Ég ætla að gefa mér tíma í að lesa þær, en þær sko svona þykkar. Þetta galið hvað þetta þykkar bækur og það hræðir mig alltaf, en það sérðu hérna bækurnar sem ég kýs að kaupa, þú veist, þær halda sér í. Já, þetta svona 300-400 blaðsíðna bækur. Já, mér svona leið og bókur komin yfir það, þá ég svona þú bara sumarlestur fyrir mér, sko. Þú veist, ég mun bara taka því í sumar. Já, eða svona jólalestur. Já, algjörlega líka bara, þú veist, minnst rosalega þægilegt að taka bækur með mér. Þannig að ef þær eru of þykkar, þá það náttúrulega bara no-no, sko. Já.
get ekki, ég held ég hefði eitt örgulega 2 sumrum og tók ég Harry Potter 4 með mér í útilegur og þetta var bara mesta plássfrekja ever að vera með þessa bók í töskunni af því hún tók svo mikið pláss, þetta var bara svona en það neytti mig að klára hana ég var svo hæglesin þá Já, okay. Ég las svo rosalega hægt, það var vandræðilegt sko. Ég alltaf að ljúga fólki að ég las miklu hraðar en ég gerði sko. Já, okay. En svo bara ákvað ég að óna það bara ég les hægt, tekur tíma En ég meina þú last samt Já, ég held að það skipti meira máli Já. Og ég reyna alltaf svona að hvetja fólk svona, eða bara svona, ég les svo hægt, ég get ekki verið að lesa svona bækur það ég bara, nei, bara geðu þér tíma leiðir, þú mátt vera 1 ár að lesa bók Já. Það allt í lagi Það bara svo mikið samfélagspressa finnst mér eins og þú veist, ef maður fer á BookTok bóka TikTok, þá þetta rosa mikið bara bækundar sem ég las í þessu mánuð, þá þetta 6 bækur og maður bara eitthvað Átt ekki líf eða bara, þú veist, hvað ertu að gera á daginn, vinnur við að lesa eða? Einmitt. Ég held að það er einu sinni komið fyrir að ég kláraði bók á einum degi og það var dagbók Kidda og Klaufa Þá kláraði ég bók á einum degi ég fekk þarna 5. bókina í jólagjöf og ég bara, hún var skemmtileg þannig ég bara eitthvað svona byrjaði að lesa hana og já, las hana þessi daginn eftir og eiginlega óbeint kláraði hana rétt fyrir kvöldmatt Okay. En ég var samt ekkert eitthvað lesandi þannig allan daginn, ég bara fór einhvern veginn svona rösklega í gegnum hana, gerði samt alveg fyllt annað. Já. Svo var ég alveg bara mömmu bara, heyrði, ég er búin með hana. Hún var bara, já, ok, ekki lengur highlights eða, hún hélt að þessi bók myndi örugglega halda mér í nokkra vikur, sko. Já, ok. Þannig en svo er þetta bara líka rosalega mismunandi hvernig maður gefur sér tíma í að lesa. Já, þú veist, ég finn það, ég las rosa hratt sem krakki. Ég fór í gegnum bara bókadag. Lucky bitch. Ég veit. En svo eftir að ég fór að lesa minna, þá fór maður að lesa eins hægar, maður, þú veist, bækur haldi ekki athyglinni minni jafn mikið og lengi og þær gerðu. Já. Þú veist, það er oft sem ég þarf að lesa sömu blaðsíðuna aftur af því ég var bara farin að hugsa eitthvað annað. Já, einmitt. Þú veist, þá er ég bara eitthvað nei, byttu og þarf að fara upp alveg, þú veist, 5 málsgreinar skilurðu. Ég skil. Og það gerðist svolítið oft með þessa bóka því að núna er ég að lesa, ég var að klára bóki fyrst skipti mjög lengi, þú veist, sem er ekki fyrir skóla og mér finnst bara ganga freka vel. Þú veist, ég kláraði hana á 3 vikum. Eitthvað svoleiðis? 3-4 vikum. Já, ég held ég að við réttið hana fyrir svona mánuði cirka. Já, og þú veist, ég var að lesa kannski, þú veist, í einni setu var ég að lesa svona 30-60 blaðsíður og hún er 360 blaðsíður cirka. Þannig að þú veist, það tók mér, þú veist, með við það ég var kannski að lesa einu sinni í viku, þá fannst mér þetta ganga bara freka vel. Já, með þess það er líka alveg svona skipta máli, þú veist, af því það væntalega er manneskjan sem hefur alltaf tíma til að lesa, væntalega fer hún hraðar í gegnum bækur, sko. Já. En svo finnst mér líka eins og bara með íslensku þjóðina er að það er með þessi social pressa að klára bækur. Já. Og með þess alltaf rosalega fyndi, ég er alveg búin að heyrta bara svona í gegnum fjölskyldumeðlimi að þú veist, ég verða að drífa með að klára þessa bók áður en ég byrja aftur í vinnunni og ég er bara svona, þú veist, þá er þetta jólabókaflóðið, þú veist, jólin eru svona bara í gangi og fólk er búið að fá bækur í jólagjöf og það þarf að drífa sig að klára bækurnar áður en það fyrir aftur í vinnuna af því að þar er eitthvað staðar manneska sem er búin með alla bækurnar og þá er svo vandræðilegt að vera í samræðinni og eiga bókin eftir. Ok, ég greinlega er ekki sama samfélag og þú. Nei, þetta er þarna mér finnst þetta rosa fyndið, ég hef aldrei tengt við þetta sko. Nei. En ég hins vegar alveg verið í bókaklúbi þar sem þetta hefur náttúrulega verið pressa maður vill náttúrulega vera búin með bókina áður en maður mætir á bókafundin eða þú veist en það hefur aldrei gengið eitthvað rosalega vel fyrir mig að vera partur af einhverjum bókaklúbi af því ég les svo hægt og ég er stundum að lesa 2-3 bækur í einu af því að þetta er pínu svona eins og að velja sér sjónvarpsefni, þú veist, hvað langar mig að lesa þú veist, vil ég lesa einhverja fræðibækur eða þú veist eða langar mig mitt að lesa bara eitthvað svona spicy, cozy eitthvað eða vil ég bara lesa eitthvað hardcore smött þú veist, hvert vill maður fara skilur við. Já. Þannig að en þess vegna er rosalega hentugt að vera með Kindle. Já, það langar svo í Kindle. Ég mæli með þetta er bara besta purchase ever líka bara fyrir alla bækurnar eru svo miklu ódýrari að þetta hefur ekki eins mikil áhrif á veskið ég vil tekið eftir því og líka þú veist, eða þú ert manneska sem mitt ert að lesa 3-4 bækur í einu þá er rosalega þægilegt að hafa þetta bara í svona einu tablet. Já, líka það sem ég held að sé rosalega mikil kosti við þetta er þú þarft ekki jafn mikið skapapláss eða þú veist hillupláss, þú ert bara með þetta á einum stað. Algjörlega.
Ég svo mikil minimalist að ég vil helst bara ekki hafa neitt í kringum mig. Þú veist, leið ég er búin að lesa bók, þá liggur við að ég losa mig við hana nema hún sé það góð að ég vil eiga hana. Já. Eða hef einhver Já, að ég að ég hef eitthvað að hún tilfinningalegt gildi. Já, takk. Já. Vá, akkurat. Já, ég er einmitt sko ég tengi mér tilfinningulega við alla bækur sem ég kaupi sko. Það er alveg, ég á rosalega eftir að losa mig við bækur og þetta er eitthvað sem ég hef aldrei gert af ég get alveg pörtsað fataskápið minn og herbergið og allt sko. Leða ekki bara bókahillinu, gleymdu því og ég held að ég sé núna með sko 6 kassa í geymslu stútfullan á bókum. Vá. Já, það er alveg, ég er rosa peppi, ég er að fara að setja upp bókaskáp sko í íbúðinu minni til að geta sett alla bækurnar en þú veist, ég er til dæmis svo rosalega mikið bókum sem hafa í rauninu bara tilfinningalegt gildi og þá er þetta bara svona bækur frá ömmu og þú veist, langafa og svona. Ég er þetta álíka svoleið sko. Það er alveg bara, ég sleppi sér ekki sko. Þetta verður með mig þótt að suma bækurnar á dönsku, það er ég bara ef að langa mátti þetta allir, eiga þetta. Þetta er pínu þannig. En já, ég veit ekki hvað það er. Mér bara svona, það var einhver sem sagði mér að já, það eru til svona 2 típur á svona bókanördum. Það er manneskja sem kaupa bækur ef finnst gaman að safna þeim og svo er það manneskjan sem actually les bækur. Og þetta er alveg bara, það er alveg munur á milli sko. Þú veist, manneskja sem hefur gaman að bókum og gaman að því að lesa bækur. Þú veist, ég held ég sé ykkur starf á milli, minnst það rosalega gaman að eiga sett af þú veist bókum og svona. Mér finnst það reyndar ógeðslega gaman en ég bara þoli ekki hvað það tekur mikið pláss. Það truflar mig rosalega ef ég geti geymt þetta eitthvað staðar annars staðar, heima hjá foreldrum mínum, það myndi ekki losa mig við þetta. Átt bara svona annað húsnæði bara fyrir þetta. Bara ángríns, bara leigja litla íbúð, sérstaklega fyrir bækur, ekkert mál. Eigum við að gera það? Við erum svona persónulegt bókasafn, bara ég og þú. Það sem að eina sem er þarna er bara þú veist, stólar og bækur og jújú, kaffivél. Ég myndi elska það. Það væri draumur að hafa það þannig. Ég myndi rosalega spennt sko, það var eitthvað að lesa hvað þarf að eiga marga bækur, hann að flokkist sem bókasafn eða þú veist fáið svona the library title, það verður það vist 1000 bækur. Ok. Sko, hvað er það margir kassar og bókum? Ég ætla að vona að það sé meira en 6. Mér þætti það galið ef ég ætti actually 1000 bækur. Hvað heldur að komist marga bækur í eitt kassa? Þú veist, hvað er með stóra kassa? Þetta er svona úrræðna, þetta er úr rúmfó sko, eða jusk. Þetta er þessir hérna stóru glæru kassar sko. Ok, þannig svona 20-30 bækur. Það fer eftir þyktinni líka. Já, ok, ég er með nokkra skruddur sko. Sko það er í geymslu sko full bókahilla á bókum sem að vísu er systir mín búin að stela nokkrum úr. Já. En mjög gaman fyrir hana. En svo er ég líka með alveg fjandi marga kassa sko. Já, ok. Það er alveg bara, ég held að þetta sé problem sko. En það er allt í lagi. Þetta lest allt á endanum þannig séð sko. Þetta mun lesast, þetta mun íslenska, þetta verður allt lesið á endanum. Já. Best að segja það þannig. Já, nei, ég sakna þess að lesa. Ég fann það bara þegar ég var að lesa þessa bók. Ég sakna þess að gefa mig tími að lesa. Já. Af því að núna í dag þá er ég bara svona, ég ætla bara að fara upp í rúm og kveikja Netflix og ég horfa á Netflix í 2 tíma. Já. Samt, þú veist, og svo er maður svona, svo nennir maður ekki að horfa á Netflix og þá fer maður í síman, maður svona, ég nenni ekki að horfa á heilan þátt. Ég ætla bara aðeins á TikTok, svo er maður búin að vera á TikTok í 3 tíma. Já. Þú veist, maður hefði alveg eins getað að klára bíómynd. Eiginlega, sko, þetta er alveg bara, ég hef alveg fundið það, sko, þú veist, það er rosalega þægilegt að vera í sambandi með gæja sem spila tölvuleiki. Þetta hefur alveg virkilega svona náða að púsla saman svona, já, ok, farðu í tölvuna, ég skal lesa. Já. Og svo getum við hort á eitthvað. Þú veist, þetta er svona, maður nær svona aðeins að dreifa hérna áhugamálunum betur, sko. Þannig að þetta er alveg svo gott kombo. En þú veist, mér finnst ég ekki lesa nærði eins mikið að þetta vera að gera. En það er kannski bara fyrir með of mikið námsefni. Já, svo er það. Það alveg lemur mann sko að hafa, þú veist, já, þú þarft að lesa hérna 200 blaðsíður fyrir næstu viku og það er ég bara svona, og svo er bara, þú veist, bókin sem ég er að lesa í indislestri, þú veist, á náttborðinu og ég er bara eitthvað svona, já, ok, ég ætti kannski að vera að lesa hitt fyrir eitthvað. Já. Þú veist, ég verð kvissið úr því, ég verð ekkert kvissið úr þessari bók, þú veist, þetta er svona, þá þarf maður að velja, það er aldrei leðilegt. Það er segjum bara mjög peppa að klára námið, þá bara verður þetta, ég mun bara lesa alla bækur sem ég langar. Já, bara hefur allan tíman í heiminum. Svona næstum því þú veist, svo náttúrulega koma börnin og allt þetta og þá, jú, ætli ég breytist ekki bara í þig aftur. Breytist í mig aftur. Hætti bara að lesa. Já. Nei.
En já. Eitthvað fleiri sem við ætlum að koma inn á? Ég man það ekki, þú veist. Varstu með einhver spurningar eða mér fannst þess að þú væri að fara að spyrja mig eitthvað? Ég ætlaði að spyrja, þú veist, eins og með að því að núna þekkja flestir regla 50 Shades of Grey. Já, þú vildi fara út í það, ok. Já, bara þú veist, hvað flokkast það undir? Ég hef aldrei lesið þess. Þú ert aldrei lesið þær? Nei. Ég hef ekki séð myndina heldur, eða myndirnar. Já, sko. Er þetta smött? Er þetta spicy? Út frá minni reynslu, þetta er spice. Þetta er spice, Þetta er spice. Þetta er eitthvað sem ég hef séð á náttborðinu hjá ömmu minni, sko. Þannig að ég er smá svona... Já, ég held, sko, þarna kemur pínu Jane Austen inn af því að þar er mitt dýnumingin þannig að, þú veist, þetta verður svona fátæk meðal kona, þú veist, verður ástangin af þessum rich and handsome, out of her league dæmi, sko, þú veist, þarna kemur, sem mitt Jane Austen kom líka með, þú veist, það sem karlmaðurinn er svona meiri, einhvern veginn, þú veist, eða er svona hærra settri heldur en konan, sko. Já. En af einhverjum ástæð verður hann svona obsessed, sko, af henni. Að hún svo fallega eða hún svo klár og eitthvað. Það er svona þannig dýnamík, sko. Okay. Varstu ekki múin að lesa bækuna en ég horf á myndirnar? Nei. Girl, you're in for a treat. Þetta er alveg skemmtilegar, þú veist, bækur, eða þú veist, ég held ég hafi lesið fyrstu bókina, ég les ekki bók nummer 2. Þú veist, fyrsta bókina var alveg ágætt, sko. Já, ég held bara sem eiginlega þetta rosalega fyrir mér er að amma mín á þessa bækur. Já. Það er maður svona, vil ég vera lesa þessa bækur og vera bara eitthvað, já, amma mín er búin að lesa þessa senu. Já, þú veist, það hætti að liða eitthvað pínu betur, þú veist, mamma á þessa bækur. Og... Já, þetta er amma mín. Já. En það er kannski pæling, ætti ég að gefa þessa bók líka bara, gá hvort hún vilja lesa þetta. Nei, sko... Þessar bækur, mér finnst það persónulega dálítið saklausar, sko, en kannski það bara fyrir að ég er búin að lesa svo mikið að Twisted City í gegnum tíðin að þetta er svona bara, hefur ekki áhrif lengur einhvern veginn, en ég skil alveg að fólk svona sem er kannski ekki vant að lesa bækur með svona bláum sinnum, þú veist, að það les 50 Shades og er bara eitthvað, wow, þú veist, þetta er agalegt, skilur, þú veist, eitthvað, eða þú veist, líka eins og bara fólk sem hefur, þú veist, pínu svona áhuga á, þú veist, BDSM eða einhver svona fettis eða eitthvað, þú veist, horfir á myndirnar og er bara eitthvað, wow, þetta er crazy, skilur, en svo er raunveruleikin allt öðruvísi í rauninni, þú veist, það er rosalega mikið svona misrepresentation, þú veist, hvernig getur maður þetta er túlkað já, þú veist, já, það er svona túlkunin og svona útskýringin hvernig, þú veist, þessi bransi virkar, þú veist, er bara svolítið rangur í bókinni með við sko real life eitthvað. Ég er bara heyrt það, það er svona hef ég svolítið ekki verið að fara út í að lesa þér eða horfa, svona líka ofan á og líka þegar ég var krakki og úlingur, þá var ég smá í afneitun að vera eins og aðrir. Já. Ég veit ekki hvort aðrir tengja en ég var bara svona ég ætla ekki að fylgja straumnum. Ég var bara akkurat öfug. Ég vildi ekki vera kind. Já. Ég var bara, nei, ég ætla ef að þú fílar bláan, þá ætla ég að fíla fjólbláan. Ég skil þig. Þú veist, ég var þar, sko. En samt ekki rebel, þetta var bara svona, mér langaði ekki að fylgja straumnum. Þú veist, meðan aðra stelpur máluðu sig gett mikið, þá var ég bara svona, þú veist, ég noti ekki make-up. Ég noti ekki make-up og ég þorði ekki að setja með maskara, skilu. Ég var ógeðslega pirrandi. Sorry allir sem þurftu að díla við mig. Ég var svipuð nema þetta var pínu svona óbeint hjá mér, ég þorði ekki að mála mig ég var svo hrædd við að mála mig þannig ég er bara make-up laus bara, eða næstum bara út mentó sko. Já, okay. Svo kemur COVID og þá fekk ég loksins pínu svona tíma til að svona, ok, pröfum þetta hver er tónni minn eitthvað, förum og skoðum eitthvað make-up tutorials, nú finnst mér að vera svona ágætt eitthvað neginn, ekkert eitthvað master sko. Nei. En já, og ég brýti örugglega bara fullt af líka bara svona make-up reglum sem maður á að gera og eitthvað, þú veist, ég fer alveg út af við þetta, sko. En ég skil samt alveg, þú veist, einmitt, að vera pínu svona rebel, en núna, það er samt alltaf að leyfa sér að fylgja straumnum. Já, ég ger það í dag, sko, mér er alveg sama. Þú veist, áður fyrir þá var ég svo mikið bara, ég þarf að vera einstök, en núna er ég bara, vá, mér langar bara að vera ég, sko. Já. Þú veist, ef ég fylgi straumnum, þá fylgi ég straumnum, bara fuck everybody, þú gerir bara það sem þú vilt. Já, pretty much. Kannski ekki fuck everybody, en fuck everybody. Yes. En þú veist, ég mæla alveg með 50 Shades of Grey ef að fólk til dæmis hefur áhuga á því að lesa einhverjum svona ljósbláar bækur, þá eru alveg sinur í þessari bók sem er alveg flottar, þú veist, þetta er alveg ágætlega vel skrifað. Okay. Það sem skemmti pínu 50 Shades of Grey fyrir mér, það er aðna ég vil ekki skemma bókina fyrir ef einhver elskar 50 Shades, sko, en það er búið að vera svona umtal það hvað þetta er líkt, sem sagt, Twilight
bókinni trópið sko okay. það sko að, þú veist, já það bara svona líkingar milli sem sagt Bella Swan sem í Twilight og Anastasia Steele sem í 50 Shades og þú veist, það að þú veist, þetta svona hvítur, voldugur maður í 50 Shades og þetta hvítur, voldug vampíra en svo það einhver vinur sem svona African American bæði sko í Twilight og í 50 Shades hann African American í Twilight? Já, eða, þú veist, þetta einhver svona dökk hörund vinur, þú veist, það basically bara líkingin, þetta samt ekki, þeir eru ekki af sama sko uppruna í myndunum sko, það bara svona dekk, þú veist, þetta bara svona húðlita tengt í rauninni. Já, ok, áhugavert. Já, og þú veist, bara svona það sem þeir eru svona einhvern veginn, hvernig þeir tjá sig bara einhvern veginn rosalega svipað og svona issue-in á milli, þú veist, the main characters einmitt. Áhugavert. Já, þetta skemmti pínu 50 Shades fyrir mér, fyrir ég var bara eitthvað, þá sá ég bara svona Twilight í smá stund og það var einhver sem sagði að það var einhver ótrúlega harkalega gagnrýnandi sem sagði að 50 Shades of Grey, þetta pínu svona svo smött í Twilight. Það eins og einhver hafi lesið Twilight og vilja gera hana betri. Við erum með eitthvað svona BDSM fettis og vilja bara svona blanda því við. Áhugavert. Og þetta sé í rauninni bara svona eitthvað svona meika, einhver svona fanfic. Þetta bara eitthvað sem ég las og þetta var pínu bara svona what the heck, ok. Mér finnst það samt mjög áhugavert. Ég hef reyndar ekki lesið Twilight heldur. Nei, ég las fyrstu bókina. Ég mjög mikið að lesa fyrstu bækundar. En svo held ég ekkert áfram. En, jú. Þannig að ég hvet alveg lesendur að fólk hefur eitthvað svona áhuga, þú veist, þá náttúrulega 50 Shades of Grey alveg ágætt efni. Já, ég meina það eru mjög vinsælar og hljóta að vera, það hlýtur að vera eitthvað ástæða fyrir því. Og þetta hefur, þú veist, það þetta tension, þú veist, það skemmtileg dýnamík, það alveg svona valid conflicts sem koma upp í bókinni, þú veist, þegar maður kannski svona, ok, maður skilur þetta ekki pínu svona Bridget Jonesy, þú veist, ok, what the heck í gangi, skiluru. Það sem kemur bara eitthvað svona ótrúlegi hlutir, þú veist, þetta meira svona, ok, það alveg valid argument í gangi, þannig að við þurfum að ræða það, skiluru. Okay. Og þau tala nú alveg saman. Blessun á parið, þau fá stig fyrir það. Okay. Þannig að það en svo náttúrulega bara þessi skali svo langur. Já, bara eins og með flest allt, skilur, eins og með bíómyndir, það bara ótæmandi listi, sko. Já. Með tæmandi, ég kann ekki íslensku, getur please einhver frætt mig? Nei, en svo ef að fólk mitt vil lesa meira dark og ég vil með horfa bíómynd með pínu svona dark intentions, þá náttúrulega 365 dagar. Já, ég á eftir að sjá hana. Já, það einmitt svona, það kannski svona munurinn á það, 50 Shades, ég myndi flokka það meira sem svona spicy og 365 dagar, það getur einmitt fallist næstum undir smött. Ég las bókina og ég horfði bíómyndina, þetta alveg mjög eins, eða svona mér fannst þetta frekar similar sko, þeir halda sér alveg við bókina í þessu tilfelli sko, fyrir að það alltaf líka þetta argument sko, það breyta svo miklu í bíómyndinni, þetta ekki eins og í bókinni, þú veist, fólk alltaf rosalega mikið að væla yfir því, en með 365 daga það, svo bók alveg mjög svipuð bara. Já, okay. Ég þarf greinlega að kíkja á það. Já, ef þú vilt eitthvað aðeins meira en Twisted Love sko, þá myndi ég eiginlega svona já, ég myndi flokka það sem eiginlega svona grádark einhvern veginn. Okay. Það náttúrulega konseptið bara rosalega sjúskaða fyrir að hann í rauninni rænir konin sem hann ástfanginn af og gefur henni 365 daga til þess að vera ástfanginn af sér. Vá. Já. Það mjög áhugavert. Ég verð að lesa þetta. Þú fær 365 daga til þess að vera ástfanginn af mér og það sem gerir þetta náttúrulega bara meira juicy sérstaklega fyrir svona kvenkyns augun, þú veist, náttúrulega gæin bara ridiculously hot. Okay. Og þú veist, allir karakternir eru rosalega, þú veist, flottir og hot og svona sjarmerandi í rauninni. Og já, þú veist, ég held að þetta sé líka bara svona partur af svona undir genreinu, þú veist, það þegar karakterinn bara obsessed. Já. Og það eitthvað svona, þú veist, og ég held að margir svona rithöfundar hafi spottað þetta, konur laðast rosalega mikið að þessu, sem rosalega fyndið af því að, þú veist, í svona, hvernig getur maður sagt, svona, þú veist, í raunveruleikanum, þá það ekkert eitthvað sjúklega aðlandi þegar gaurinn bara eitthvað crazy obsessed. Þú veist, maður myndi hugsa, ok, ég í lífshættu, þú veist, ef maður tekur raunveruleikan í þetta. En í bókunum þetta eitthvað neginn romantasæs og beautifæða svo mikið, þannig að það líka svona þing sem kemur einmitt inn og hefur eiginlega pínu svona Jane Austen áhrif líka að því að
og hvernig Jane Austen talar þetta, þú veist, það alltaf þessi grand speech sem kemur á einhverju tímapunkt í bókinu, bara hvað þú ert andadrátturinn minn, ég get ekki lifað án þess að sjá andlitið þitt á hverjum degi, þú veist, það þetta obsession, þú veist, ég lifi fyrir þig en í nútíma samhengi, þú veist, og eins og í smötteiminum þá þetta sett bara ekki, heyrði, ég ætla bara að ræna þér, ég ætla bara að læsa þig kjallara og þú átt að vera ástangin af mér, þú veist, þetta bara svona, það bara svona ótrúlega mikið svona rauð og regla á þessu, þú veist, konur lesa þetta að það eitthvað sem heillar, það eitthvað sem gerir þetta, ok, interesting, ég skal tjekka á þessu en í raunveruleikunum þetta bara jail time, þú veist, þetta myndi aldrei ganga upp í raunveruleikunum, sko. Nei, en það eitthvað hluti af fólki sem bara eitthvað, mér langar að lesa þetta. Já. Þetta skemmtilegt. Ég held að sé líka bara af því að þetta ennþá svona tabú sem gerir þetta spennandi. Já. Einhvern veginn. Að þetta svona, og ég veit alveg margar konur, svo veist, af því að eins og núna, þú veist, ég kláraði Hunting Airline, sem svona dark romance, mjög svona, ég ætla ekkert eitthvað að fara eitthvað mikið út í hana, sko, en þú veist, það alveg bara svona vel dark bók, sko, alveg sjúkar senur í þessu, sko, ég var búin að senda þér eina, þú veist, það alveg svona sjúkar senur í þeirri bók, einhvern veginn. Virkilega sjúkar. Já, og þú veist, og þetta svona bók sem alveg bara svona, þú veist, guður minn góður ef þetta myndi gerast í raunveruleikanum. En þarna var eitthvað svona sem svona heillaði. Þú veist, ég var alveg, mér langar að vita hvað gerist næst. Ég rosa forvitin. Ég svona, hvernig endar þetta? Og ég veit alveg nokkrar sem hafa lesið þessa bók og það svona þórafalla viðurkenna. Það svona, ég bara, ertu búin að lesa hana Hunting Airline? Það bara, ég er búin að lesa hana, sko, og ég bara, hvernig lest hana? Í fyrra, og ég ok, fannst þér ekki góð? Eitthvað, fólk svona þorir ekki að tjá sig, þú veist, en ég hugsa að þetta sé örugglega bara mjög svipað og gaurar væri bara eitthvað, varstu búin að horfa á þetta klámvídeó eða? Þú veist, hvernig fannst þér það? Þú veist, þetta gott vídeó eða? Þú veist, og gaurar eru bara, þú veist. Já, ég skil. Maður næstum því að haga sér eins, sko, en kannski með aðeins meira svona yfirbræð. Þetta einhvern veginn svona þú veist, samfélagslega meira acceptable að því þetta bók. Já. Þú veist, þetta ekki klámblað. Nei. Það svona inn á milli svona senur sem þetta ekki Playboy. Nei. En það eru engar myndir í þessum bókum heldur. Nei, þú varst bara ímyndaðir allt. Þú sérð allt fyrir þér, sko, þannig að það bara gott að fá lýsingarnar bara á öllu. Já. En þú veist, en ég minnst þetta mitt vera, þú veist, af því að já, við erum alveg búin að svona fara yfir margt hérna, þú veist. Já. Þetta held ég svona skvísu bókmyndirnar, þú veist, það áttu svona uppruna sinn í þessari ást og svo þetta undirkaflanir sem koma, þú veist, þá ertu komið með, þú veist, og í rauninni ég væri rosalega mikið til að væri til bara eitthvað svona forrit, það sem maður gæti bara svona sett inn, bara eitthvað, mig langar í bók, ég vil að hún sé svona, ég vil þetta trópi, ég vil þetta og þetta og svo fengi ég bara svona bækurnar í hendunar. Já, þú getur auðvitað spurt chat GPT, já. Oh my god, ég að fara að gera það, sko. Já. Bara please, af því annars þarf maður að skrolla BookTok endalaust, svo mikið af bókum þar. Og það einmitt, umræðan BookTok náttúrulega rosa misgóð, sko, en svo far hefur það bara hjálpað mér að finna recommendations, þú veist, af því að maður lækar einmitt þessa bók eitthvað, þá fær maður bara fleiri svipaðar. Þannig ég held að það sé bara mjög valið. Já. Ég held að þetta sé bara ansi góði þáttur hjá okkur. Ég fórum yfir svolítið mikið. En ég vona að hlustendur hafi haft gaman að þessu þætti og að þið hafi að Katrín gat frætt ykkur ýmislegt. Látum mig vita að þið vilja fá ítarlegri umfjöllun þetta, þá skal ég koma með staðreyndir og bara allt, sko. Já, við skulum líka fara, ef að fólk hefur áhuga, þá getum við sett, þú veist, in recommendations á Instagram og TikTok og haft eitthvað svona skemmtilegt. Svona skvísulæti spókalisti bara. Já. We recommend, hérna. Já, ég held að það sé bara skemmtilegt, en takk kærlega fyrir að hlusta eða horfa. Bæði. Við erum náttúrulega á TikTok og Instagram. Sem skvísulæti. Skvísulæti. Ekki það, ég skrifaði í síma einhvers, man ekki hjá hverjum. Ég skrifaði skvísulæti með S, við poppum upp. Þú veist, ef þú skrifar inn á Spotify og YouTube, ef þú skrifar skvísulæti með S, við komum alveg upp. Sem rosa næs. Já, geggjað, gott að vita. En við styðjum setuna alla leið. Setan all the way. All the way, let's go. Takk fyrir. Takk.